Hei kæri gestir, það rosalega góð tilfinning að standa fyrir framan ykkur. En ég heiti Aron Ólafsson og ég sækist eftir 4. til 5. sæti. Ég sat í stjórn Samband ungra sjálfstæðismanna árin 2005 til 2007 og í dag formaður fjallsins nemendafélags jarðvísinda, land- og ferðamálafræðinema við Háskóla Íslands. Ég sit líka fyrir hönd grunn- og framhaldsnema í stjórn sviðsins, verkfræði- og náttúrvísindasviðs Háskóla Íslands og mín helstu málefni eru jafnréttismál, skynsamleg uppbygging ferðamála, umhverfis- og skipulagsmál. Ég þreytist ekki á að minnast á hópverkefnið sem ég var í sem átti svo stóran þátt í því að ég opnaði augum fyrir því mikilvægi að hafa jafnréttismál á oddinum. Þegar ég var að vinna hópverkefni í stjórnunaráfanga í Háskóla Íslands að þar sem starfsmaður hafði val að tilkynna galla vöru til forstjóra eða ekki, að þá höfðu hópmeðlimir mínir ákveðið strax að forstjórinn væri karlkyns, án þess að hefði verið minnst á kyn eða nafn á þessum forstjóra í verkefninu. En það sem sérstaklega áhugavert er það að allir hópmeðlimir mínir voru stúlkur og þetta skýrt dæmi hvernig staðalímyndir okkar eru líklega til að hefta okkur. Því að þú getur ekki séð sjálfan þig fyrir þér í starfinu, þá líklegt að þú komist ekki þangað. Það var leiðin löng. Í borginni 8,5% kynbundinn launamismunur og hann fer versnandi. Hann var 7% árið 2010. En yfirmenn afsaka með að benda á það að konur biðja síður launahækkanir. Og ef þetta eru svörin, þá rót vandans væntanlega viðhorfið. Þessi ósýnilegu veggur sem hamlar körlum að fara í umönnunarstörf og konum að verða leiðtogum. Ég vil beita mig fyrir því að koma fræðslu inn í grunnskólana þar sem við getum eytt staðalímyndum. Það sem gleymist oft í þessari umræðu er það að Sjálfstæðisflokkurinn hann var leiðandi í jafnréttismálum. Við vorum í meirihluta þegar jafnréttislögin eru samþykkt árið 1976. Fyrsti borgarstjórinn, Auður Auðuns. Fyrsti ráðherrann, Ragnhildur Helgadóttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla burði til þess að taka þennan málaflokk og vera leiðandi í honum aftur. Og þegar kemur að ferðamálum, þar held ég við getum öll verið sammála það að ferðamálaþjónusta hafi lífgað upp á miðborgina. En ég tel að við þurfum að kalla fyrir rannsóknum á áhrifum ferðaþjónustu á borgarbúa. Og þar getum við nýtt betri hverfi, eða betri Reykjavík verkefnið. Ég hef bent á þá afleitu hugmynd að byggja hótel andspænis Alþingis. Þetta gjörbreytir ásýnd Austurvella. Sjáið ykkur fyrir ykkur hversu dapult að verður þegar ferðamenn fara úr hópferðabílunum eða stóru jeppanum og labbin á Alþingi til að tjekka sinna hótelið. Afsaki herra, hótelið næstu dyr. Einnig hef ég bent á íbúabyggð við gömlu höfnina. Íbúabyggð og iðnaður og þessi blómlegi ferðaþjónustu iðnaður sem hefur verið á höfninni og einnig hafnsækin atvinnustarfsemi, það fer ekki saman. Íbúabyggð mun á endanum fæla iðnaði í burtu. Og þetta þurfum við að passa því að hvert fer hafnsækin iðnaður, hann sækir á aðra höfn og hvað eru aðra höfnir að sækja? Líklegast í nágranna sveitarfélögum okkar. Þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg þarf að passa upp á atvinnustarfsemina. Og í umhverfis- og skipulagsmálum, þegar kemur umhverfismálum, þá kannski bara best að benda á umhirðu borgarinnar. Og ég ekki bara að tala slátturinn, þó svo hann sé rosalega mikilvægur og hefur drappast niður síðustu ár. Og það sjá allir. Þá ég einnig að tala útivistarsvæðin, þessi grænu svæði, rólóvellina. Ég ólst upp í Ártúninu og lék mig mjög mikið á rólóvelli sem heitir Abaróló. Nú efast ég það að margir þekkja en nafni segir sér svolítið sjálft. Þarna var vegleg Abaróla og korfuboltavöllur sem voru sjaldsér á þessum tíma. En með árunum þá hefur þessi staður drappast svo mikið niður og í dag þegar kemur hérna, það engar körfur á korfuboltavellinum. Arfinn búinn að éta sig í gegnum fyrrum leikvöllin og það engin Abaróla eftir í Abarólinni. Í dag þetta einungis hættulegt svæði fyrir börn sem búið að drappast niður og það fullt af svona svæðum sem við þurfum að huga að. Þegar kemur að öruggari borg, þá þurfum við einnig að huga börnunum og við þurfum börnin okkar eiga ekki að þurfa að labba yfir stórar umferðargötur á leið í skólann. Það þarf að byggja göngubrýr og undirgöng fyrir börnin svo að við getum verndað börnin okkar, því að þarna verða mikið af slysum. En Sjálfstæðisflokkurinn breiðfylking og ég tel að þegar við göngum til kosninga á laugardaginn, þá þurfum við að hafa það í huga. Ég heiti Aron og ég vil betri Reykjavík.
Takk fyrir.